Hey folks, velkomin í flæðiskerið með Rökkva og Jóa. Góðan daginn. Já, og í dag verður hjá okkur töframaðurinn Jón Víðis. Já, hann alveg ágætur. Það sælir, takk fyrir það. Og við ætlum að byrja á því að tala vitfirringu vikunar. Já. Sem að sjálfsögðu sú að Justin Bieber sé komið til Íslands. Já, það nokkur vitfirringi kringu það. Þurfum við eitthvað að ræða þá vitfirringu meira? Ég veit það ekki. Bara svona viðurkenna að þetta vitfirring vikunar. Já, ég var að sjá einhverjar stelpur klifur upp í ljósastöra og eitthvað svona, það var eitthvað myndir af því. Þetta svolítið gaman þess að. Mér svolítið skemmtilegt að því ég hef búið í Kanada að eiginlega eins og Íslandi að þá var eiginlega enginn sem hefði gaman að Björk áður en hún var fræg í útlöndum og þá erum við alltaf svo úsla stolt af henni fyrir að vera fræg í útlöndum að þá er hún alltaf í hetja og allir elskan á Íslandi. Enginn kunni að meta tónlistin hennar fyrir utan einhver svona lítinn pínu jaðarhóp áður en hún var fræg í útlöndum. Já, en í Kanada virðist þetta vera öfugt að Kanadamenn skammast sín alveg óurlega fyrir sína stærstu stjörnur Celine Dion og Justin Bieber og ef þú minnist svona minnist á þetta við Kanadamenn svona fyrst eitthvað, I'm from Canada eitthvað, where Celine Dion is from and Justin Bieber bara þú veist, þeir eru bara næstu bara fuck you þeir eru ekki stoltir þessum tveimur. Nei, það reyndar svolítið merkilegt því að þetta hlýtur að skapa alveg gríðarlega tekjur. Já, þeir eru aftur á móti Kanadamennir stoltir af wrestlingurnum sem hafa meikað það feitt. Bret the Hitman Hart og Edge og magnaði gæjar. Já. En þetta sko, ég man þegar hann kom Justin Timberlake, hann kom það vildi svo til að rétt áður en tónleikar voru, þá var ég stattur í hlýðin á kórnum og var að veist að hesturskörðar og ég var þar og ég áttaði mikið á því fyrir en eftir á að ég hafði séð hann á sölunum, ég vissi ekkert sko, það var ekki fyrir bara en kvöldið að ég sá sko myndband af tónleikunum og áttaði með því hver þetta var. Já, þannig að svolítið merkilegt. Heppin ertu. Já, á þess að vita því. Þá hélstu vatni. Já, ég held vatni og ég held haus líka. Já. En þetta stundur svona, þú veist að maður kannski gengur fram hjá einhverju frægri persónu en sko fattar ekkert að þetta sé hún sko. Já, ég meina fólk er náttúrulega oft með sólglöru og hatt og svona. Já. Almanna færi til þess að þekkjast ekki en mér finnst alltaf í rauninu svo bjánalegt að það náttúrulega auðvitað eru þeir sem eru brjálaðir aðdándur hugsa ekki rökrétt en mér finnst alltaf svo bjánalegt að ef einhver svona lappar fram hjá mér ef ég myndi lappa fram hjá Justin Bieber eða Timberlake eða Celine Dion ég hef enga afsökun fyrir að aðast í þeim. Nei. Bara hvað að segja, hæ þú ert fræg ég veit hver þú ert ég ætla að tala við þig af því bara þú veist, ef það væri þó allavega einhver sem væri sko uppistandari eða eitthvað, hef ég allavega svona hálfbakað afsökun til þess að appast upp á hann eða væri kannski Joe Rogan eða einhver sem að labbaði fram hjá eða Louis C.K. þá geti ég allavega sagt ég er líka uppstandari og hann myndi náttúrulega bara, einn af þessum helvítis wannabe uppstandurum sem að aðast í mér en það væri allavega svona vottur af afsökun. Við munum eftir því sko þegar svona fyrsta svona paparazzi æðið var hérna á Íslandi, það var þegar að Mel B kom hérna. Já. Hún tók sér til að landi ljósmyndara fyrir getið þessu tók hann bara sló hann og reyfa á hann myndaðilina manni kannski eðlilega því að hér var hann ekki í neinni vinnu hún var bara með kærastanum sko En hvað segir Jóni, myndir vorkenna svona ljósmyndara ef að Mel B lamdan? Nei, held ekki. Nei, er þetta ekki svolítið eins og Gíslasögu Súrssonar þegar að Auður lamdi Eyjólf Gráa eitthvað skalt muna það svo lengi sem þú lifir blauður maður að kona hefur barið þig. Já, alveg rétt. Já, þú getur ekkert bara eitthvað ég ætla að kæra Mel B fyrir að lemja mig að því að taka myndir af henni, skilur Þetta var einhvern veginn þannig held ég man ekki alveg hvernig það var, allavega þá veittist hún eitthvað að ljósmyndaranum og var ekki sátt við að vera að taka mynd af henni sko. Þú getur náttúrulega alltaf kært einhvern fyrir að lemja þig. Já, en það samt, þú ert alltaf aumingi og gærir konu fyrir að lemja þig þegar þú varst að aðast í henni og eldan og taka myndir af henni og ögrinni til að gera það. Já. Muni ekki líka eftir því þegar voru hver var það sem kom var ekki var þarna á Akureyri var tökur einhverju mynd þarna, man ekki alveg hverju var allavega einhver superfrægur Brad Pitt eða ekki Tom Cruise var að Tom Cruise, já og þá voru paparazzir eldan Já, þeir voru sko hinum einn í firðinum og voru með svona aðþáttarlýsing sem voru 3 metrar lengt Hann var með konunni sinni og svo skilduðu beint eftir Íslandsferðina passa Stór hættilegt að vera íslenska Já Svo mætti Dana prins Engtján á Kaffi Reykjavík og það var einhver ljósmyndari sem uppkvitaði Já Öryggisvörðinu klöppuð honum aðeins
Já. Það líka svolítið sko annað með prinsa og svona, þeir geta haft í rauninni lífverði sem eru sem að fá launatekkana sína frá ríkinu frekar heldur en frá þeim sjálfum, þannig að þetta svolítið öðruvísi. Já, það sennilega svolítið öðruvísi. Getur líka túlkast sem vanvirðingu í Danmörku og jafnvel byrja stríðið eða eitthvað og þeir taka okkur kannski bara aftur ef að einhver Íslendingur abbast upp á prinsinn. Já, hérna hefur þetta nú reynda verið þannig svona framanaf að fræga persóna hafa fengið frið hér á Íslandi, en þetta eitthvað að breyta skreina. Já, við erum að abba upp eftir Ameríkunum að abbast í þessu liði. En eitt svona atriði sem ég sé það sem að abbast upp á frægan og hann sem sagt kýlir og ég var bara hafði enga saman með þeim sem var kýldur að það var það sem sagt Buzz Aldrin þannig að maður nummer 2 til að labba á tunglinu að það er fullt af fólki sem að trúir því ekki að menn hafi farið á tunglið og heldur sér saminsöru og heldur þetta hafi tekið upp og fyrir utan það að það er alveg margbúð að fara út í það að þetta er kjaftaði svona vísindalega þá eru meiri sér búin að koma sem þetta kvikmyndagerðarmenn og segja að þú veist tæknin til þess að gera þetta var ekki til staðar í kvikmyndaheiminum á þessum tíma, það er ekki hægt þú veist, þetta er tekið upp á vídeo og þú veist, það er ekki til filma hann útskýrið alveg lengi hvernig þetta er og vísindarlega náttúrulega þó ég fari ekkit kannski út í öll smáadriðin og er ekki sérfræðingur en þá bara til dæmis ef þeir hefðu bara gert þetta og þú veist, tekið þetta upp á vídeoaukstar í Hollywood haldið að rússar hefði ekki sagt þetta var bluff sem voru að keppast við það í svona áróður stríði í rauninni hvor væri komin lengra í geimrannsóknum og svona. Rússar kínverjar heldur að þeir ekki sagt neitt. Þannig að og tala við hvaða sérfræðing sem það er hægt að finna til Neil deGrasse Tyson að lýsa þessu hvernig það verður ekki hægt að í rauninni feika þetta plata og láta þetta vera svona Nei. að þetta er bara fyrring. En ég hef séð vídeo sem einhver halvviti svona eldir Buzz Aldrin og Buzz Aldrin er 70, þú veist, ég hef hálf áttræður á þessum tíma eða eitthvað, gamall kall og þessi náungi eldir hann bara Buzz, þú laugst og ég vil vita af hverju þú ert að halda fyrirlestur til að ljúga að það hafi farið tunglið og bara viltu koma þér frá mér, eitthvað svona og var hann alveg oft og gaurinn bara er alltaf í andlitinu á honum maður bara, þú leikst endunum bara kýlir Buzz-an bara með þau vílíku höggi bara eins og hann hefði eftir box þú veist, mjög lengi, eldgamall kall en fyrirvændi geimferðir væntanlega í alveg fanta formi og kýlir gaurinn bara með þau vílíkt flotti höggi beint í andlitið og þessi náungi fór og kerði Buzz og bara, nei þú abbaðist upp á hann varaði við bara jéttu það sem út í frískoði Já, ég meina sko þetta er sko það hlýtur að taka taugarnar þegar fólk er svona utan í þér en Buzz, hann lét hann sjá aðra stjörnur heldur en Buzz síndum svolítið öðru stjörnur heldur hann hefði fengið að skoða Þetta var alveg ótrúlegt atvik en þetta er stundum svona að það verður svona pirringur og fólk eru þetta bara mísu upplætt hvort sem það er fræktið ekki sko. Já, færð þú stundum svona nennir að töfra fyrir mig, Jóni? Já, ég er með alveg perfekt lausna þessu, ég töfra fyrir alla sem koma og vilja ég töfra fyrir það. Það lætur það bara hverfa Ég læt mig hverfa Já, lætur þig hverfa Ég læt mig hverfa, svo gengi verið burtu og fólk er yfirleitt, þessar krakkarnir þá yfirleitt svolítið, sumir eru pirraðir það eru bara mjög satt við þetta sniðut en ég er ekkert að láta pirra mig á því ég er svo sem ekki það frægur heldur Nei En fólk veit hverðu er sko Já, grínistum er þetta alveg að segja eitthvað fyndið nei, hjá mér þá vil ég sjá eitthvað töfrabræð og þetta er töfrabræð sínu öllum sem vil ég sjá Já, lætur þú hverfa eins rætt og getur bara hægt og rólega Já, en þetta er sko það er náttúrulega mismunandi hversu frægt fólk er Hver ætli sé frægasti maðurinn í jörðinni í dag? Barack Obama kannski Michael Jackson dáinn Já, Julian Assange Það fyrir kannski bara því hvernig þú telur sko því að það er miklu fleira fólk í Kína Já, Bollywood-leikarar er alveg svo fáránlega frægir en svo koma til Ísland sem enginn veit hverjir eru og þeir bara, vá, það er enginn aðbast upp á mig það er svona skil ekki í þessu Það gæti verið einhver í Kína Indlandi sem við þekkjum ekki Já, ég meina þetta er stór heimur sko Já, einhver eins og Jackie Chan eru líka til dæmis frægir út allan heimina því þeir hafa gert Hong Kong myndir endalust sem að dreifast Asíu og svo gera þeir vestræna myndir sem dreifast allan vestræna heimin Já, Jackie Chan, hann kom einmitt hérna til Íslands fyrir ekki svo lengur síðan Já. Og ég man þetta að mynd af engaþóttu sá einhvers staðar sem hann kom í og Merton svaka flott engaþótta Hann var ekki að fela sig sko en hann er svona hann er voða svona bara eins og fjölskyldumaður sko hann einhvern veginn er lokaði fyrir því hans í superstjarna sko ég held að hann átti sér bara ekki á því Já, ég held að hann vilji bara vinna sína nefnir ekki að vera superstjarna Og er það ekki með flesta?
það fer svona held ég eftir hégómagindin í fólki, hvort þið langar til að vera súperstjarna eða hvort þið langar bara að ná langt í einhverju grein og gerði það og svo ertu allt í orðin einhver svona. Ég held að vera voðalega fljótt þreyttur á því sko að verða súperstjarna. Ef þú ert að fara þá leið að verða súperstjarna, þá skal það gera það grein fyrir að þú ert ekki að vera bakk út aðstæðanum sko. Nei, og ég hef til dæmis heyrt það að margir af þessum frægustu körfuboltaköllum og íþróttamönnum í Bandaríkjunum, þeir fara oft og leita upp í gömlu kærustunum sínar úr menntaskóla eða eitthvað, eða þú veist junior að hægið eitthvað bara, því að það var þá allan einhver sem að sko hafði áhuga á þeim áður en þessu frægir, þannig að það gæti verið eitthvað svona út af þeirra persónuleika en ekki bara peningana þeirra og fræðina, þannig að það eru öruggari með sig þannig sko. Það var kannski bara einhver sem að bíða eftir að skilja við þá til að geta fengið helmingina peningur þeirra eða eitthvað það er öðru sem er íþróttastjörnuna, það er hverfa það slakna en það er einhvern veginn alltaf þetta til staðar, þessi fræðsamt en ég heldur reyndar að íþróttastjörnuna þeir fá kannski meiri fyrir heldur en popstjörnuna eða kvikmyndastjörnuna. Já, þeir svona dragast út úr sviðsljósunni. Ég meina Michael Jordan getur ekki labbað hvað sem er á þess að fólk myndi að stíðunum, en hann er ekki opaslega mikið í sviðsljósunni núna. Nei, hann er bara svo stór sko. Já, líka það. En einhverju sem Mick Jagger er bara endalust í rauninni að koma fram og hérna. Svo er til svona lítillátar stjörnur sem að vilja helst lítillátar sem bera þráttur að vera stjörnur sko. Við sjáum til David Bowie. En hann var mikið svona vildi fyrir út af fyrir sig svolítið og mér sem þegar hann dó að þá var ekki haldinn í jarðarförinsinni, hann var bara settur í brennslu og þetta var mjög látlist alls saman. Þannig að hann eiginlega fór jafn skjótt úr bransanum að koma inn í hann, má segja. Já. Og skildi eftir sig, nú er ég segur frá því, það er svona samsverðiskenningar sko hvaða skilaboð fylgst í plötur hans. Það er svolítið gaman að lesa, það er kenningar. Menn að spila sko plötuna aftur og bak og verðin að rýna eitthvað í það. Ég held að fólk sé mjög gjarnt í að lesa alls konar mynstur út úr hlutum þar sem að þau ekki til staðar eða er í bestafalli óvart til staðar og vilja vera með svona þeoríur hvað einhver boðskapur sé einhverju. Já. Og ég man alltaf þegar maður átt að gera eitthvað svona, ég er náttúrulega svona vísindagaur og mér leittist í menntaskóla svona bókmenntafræði og eitthvað ljóðadót og eitthvað, maður alltaf að sjá eitthvað útrús og hvað þetta þýddi og maður bara, ég best að finna bara eitthvað og ákveða bara höfundin hefur verið að meina það og svo var kannski kennarinn að skrifa, það er nú ekkert víst og það er nú ekkert, ég veit nú ekki akkur þú segir það í ritgerðinu eitthvað og bara, mér er bara skít sama, ég er búin að skila ritgerðinu og fá engun, hverjum er ekki sama hvað hann meinti, ég þarf aldrei að lesa hann gamla kall aftur, er hann ekki dauður og elli núna, þú veist. Já, menn hugsa þetta á þannig, en svo er líka þessi sem eru að hverfa deyja en menn halda alltaf fram að þessi en þá lífi eins og Elvis. Já. Og þetta hefur líka verið með Tupac reyndar og ég held reyndar að Tupac hann hafi einmitt verið myrtur á þessum degi. Já, merkilegt. Minni það. Hann var einmitt svona típa sem að menn fór að draga upp alls konar lög sem hann hafði skilið eftir sig og voru svona ímynda sig það að hann var ennþá á lífi þrátt verið sko að vera fjöldi vitna því þegar hann var skotin til banna. Já. En væri ekki Elvis dauður úr elli núna? Getur þetta fólk ekki hægt? Nei, hefði bara verið 70 sko eða eitthvað. Já, hvað rúmlega það? Rúmlega, já, 8 kannski. Já. Ok, þá hættir þetta eftir 30 ár. Það er bara svona... Nei, hann gæti orðið elsti með heimi sko. Já. Það var nú var það ekki einhvern á Indlandi eitthvað sem að yfirvöld var að staðfesta það, einhver maður væri 40 eitthvað ára? Jú, það komið fyrir þetta daginn. Já, sem er svolítið merkilegt sko. Ég meina ef hákall getur verið 500 ára þá getur lítið maður að geta orðið 140 ára. Ég veit ekki hvort þú getur reiknað neitt út frá hákallum. Nei, kannski ekki sko. En sko möguleikinn til staðar. Já, ætla þessi ekki fræðilega mögulegt að vera 140 ára. Það er langsótt en elstu menna voru svona 120. Já, staðfest. En alltaf samkvæmt þessu þá staðfestu yfirvöld þetta og þá eru þetta að taka það gilt. Það er bara þannig. Ég veit það nú ekki. En hann líka leit út fyrir 140 ára sko. Það var bara svona sást ekki hvar augun voru fyrir hukkum og... Já, sást nú andliti var nú frekar unglind en það var svona bera ofan og það var mjög gamall að sjá sko. Já. En nú veit ég ekki hvað þessi rétt í sér hann væri þá fættur kringum 1870. En ef við förum úr gömlu mönnum í yngstu mennina, börn Við vorum búin að ákveða að segja smá harmsögur frá börnunum okkar. Jonni Áengin. Ég Áengin, nei. Það getur þér liðið betur, þú ert bara alltaf að töfra fyrir þau. Já, bara mjög gaman. En svona sem forvarnar gildi. Já. Og ætla ég að segja ykkur svolítið frá iPad drama heimi hjá mér.
svona fyrir ykkur sem að kaupa iPad fyrir börnin ykkar, að helgina þá var heiftar rifrildi yfir iPadinu af því að stóra stelpan var búin að gera svona heim og byggja bóndabæ í Minecraft og þá vildi hún ekki leyfa litlu að fá iPadið bara nokkuð tíma af því hún myndi eyðileggja heimininnar og þá voru slagsmál og enda á því að stóra var bitin stórt bit var og það er líka bara tiltölulega snjallt þegar úr minni, ég meina þá þú ekki ræður við hinn, þú getur ekki haft hann undir, bítur eða klórar. Þú nota bara það sem hefur. Já, það er það sem þú getur gert við hinn. Ok, og ég bý til heim sem að heitir, þú veist, nafnin á yngri stelpunni minni, til þess að hún geti, þú veist, bara eðilagt það sem þú vill og eitthvað svona, viti menn, næsta dag, allt í einu heyri ég bara, og ég held að vera eitthvað slís, eitthvað bara, alveg, og þá var sagt, þú gæti alltaf sagt að það var svo reið, sko, en svo skoðaði ég svona iPadið að þá er litla búin að fara í heiminn hjá stóru og það er allt í nú komið eldfjall og búið að gjósa í miðjum bóndabænum og rústa öllu. Þetta er bara svona, ok, Suðurland, Kötlugos og þá tekur stóra brjálæðiskast og ég tek iPad og bara nú er iPad í farið og þá tekur litla brjálæðiskast af því að henni finnst þetta vera þessi stóra að kenna að iPad sér tekið af þeim á hver að býta hana aftur ég tókaði þær í sundir þegar litla ætlaði að býta aftur og svo heyrði ég í morgun ég vil fá iPad iPadið er ekki til iPadið er horfið Já, sjá þetta er kannski, þetta er svolítið gott dæmi bara það sem að nútíma foreldrar að glíma við að það er þessi sko, þetta er tölvur góðar og til síns gagn sko, en geta verið trála þegar það kemur á þessu sko. Já, þetta er bara mátrúlegt á mann að vera eitthvað að reyna að kaupa sér tími í fríði með því að láta stelpunir í iPadið. Já, þetta er svona karma. Já, það var hefnist á manni fyrir að reyna að vera svona ömulur vanrækslu faðir mamma er ekki heimi, ég ætla bara að láta ykkur vera í iPadinu meðan að ég, þú veist, er í tölvunni eða eitthvað. Það er enda mjög margir foreldrar lítið mynd á sko, tölvunna bara sem einhvern barnabíu tæki sko. Já, og þetta er nefnilega svona eins og þau kalla public announcement, þetta er svona forvörn, ég er að vara ykkur öll við, ekki halda að þið komist upp með þetta. Nei, akkurat. En þú ert líka með iPad-sögur, það ekki? Jú, ég kannast við svona slagsmálum iPad sko og það var einn brotin sko sem var til hliðar alveg eins og þau var að rífast sko og ég ákvað að grípa hann svona til og fara með hann inn í herbyggið sko og tók ég að þeim iPadin, snýrum við skellti hinn heila undir bóli hjá mér braut hinn í tvent og leti það sikkvönd helmingin Voru ekki ánað með það, báðu komið með sitt hvern iPadin og nú er bara ekkert iPad á heimilinu krakkar, ekkert sem virkar en ég held að svona aðferðir bara til dæmis eins og með börn sem að fá kannski mislit á diska og fara að rífast að ég vil fá bleika og hinn bláa sko. Þá er náttúrulega einfalda leiðin bara að láta alla eins lít hún fekk græna rörið til að drekka kakói ég veldi græna rörið Salmónsdómur bara já, ég meina sko maður verður bara að finna lausnir sko. Já, ég var einhvern veginn að skemmta á svona skátafundi og eftir fundina þá var skátafóringin böðin upp á pizzur og krakkarnir kom og segja hvernig pizzur eru? Skinku annars já, og ef þú vilt það ekki bara tekur af það sem þú vilt ekki já, ákvæmt það er bara einn tegund það var enginn sem hverta nei, þetta er einmitt málið, það verður alltaf bara að finna lausnindar sko. og ég held að kannski foreldrar ger ekki nóg í því nei, en þetta var alveg mín lausn iPad er horfið já, það er eitthvað ágætis lausn líka og það er svolítið betri þess að ég komið En úr því að Jonna á engin börn þá allir að fara kvarta við konunum okkar næst Já, örugglega, nei ég þarf ekki kvarta við minni Nei En ég ætla ekki að kvarta við minni en ég ætla að segja eitt að það er merkilegt sko hvað það eru oft svona ég segi ekki einhverju svona endilega mjög svona illgjarnir fordómar en svona kjánalegir fordómar gagnvart útlendingum að konan mín er alltaf þýsk og hún var spurð dagir, hún er búin að búa hérna í 8 ár þekkir þú einhverja svona íslenska tónlistamenn og svo leiðis og hún var svo móðguð sko hvernig ætti það að fara fram hjá henni sko Já, það verður ekki verið að spyrja hana persónulega hvort hún þekkti það persónulega heldur hvort hún þekkti tónlistina Já, þekkti til þeirra listar eða þannig eins og hún þú veist geti aldrei hafa heyrt Bubba Mortens eða Björk bara í 8 ári eða eitthvað og ég sagði við hana akkur sagður mér ekki bara að maðurinn sé persónulegur vinur bæði Leon C og Geir Sólafs það hefði nú þakkað Nákvæmlega þetta er stundum þannig að sko, var ekki forsetur okkar lendi í þessu eitthvað svona svipa hann var að held ég að
Já, hann ávarpaði góðs gengis eitthvað þannig á einhverju leik. Hann ávarpaði eitthvað körfuboltaleikmann held ég á ensku sem dökkur sko. Já, svoleiðis. Og svo var bara hann fatt ekki hann var Íslendingur. Já, einmitt. Og uppskar svona undrun fyrir. Já, en þetta ekkit stórmál sko, bara ég oftar ávarpaður á ensku í búðum heldur en íslensku, bara af því að það verðast bara vera svo margir túristar að það bara auðveldar ekki ráð fyrir allir sér túristar. Ég oft klæddur svolítið sem túrist, ég oft með bakbuka fyrir að hjóla eða ykkur svona jakka sem svolítið túristalegur og ég eiginlega alltaf ávarpaður á ensku. Ekki, já, veit ég af Íslendingum sko, ég ekki að tala útlendinga, ég að tala Íslendinga. Já, þú ert svolítið túristalegur sko, á reiðhjóli með svona yfirleitt bakbókan sko. Já, stundum með hjálm og eitthvað. Já, og svona skrítin eins og túristarnir. Það bara flýið, mormónin að koma. Nei, sko, þetta nú málið, að því að sko, það svo mikið að ferðamönnum minna. Sko, þá ekki spurningi hvort það sé komið of mikið aðeins þegar við svona gera ráð fyrir allir síðu ferðamenn. Já, afgjörslu fólki líka orðið erlenda því það erfitt að fá afgjörslu fólk. Já. Niður í bæ á veitingastöðunum og þá eru mjög margir erlendir afgjörslumenn. Það kannski hentar okkur ágætlega niður í miðbænum að hafa erlenda afgjörslumenn einmitt út af því að það er ekki ferðamennum. Líka út á landi þar sem að kemur í veitingastæði og hótel. Já. Og sérstaklega hótelin. Að þá eru það erlendir krakkar svona rúmlega 20 sem eru þar í afgjörsluninni. En ég meina flestir sem koma á hótelin eru útlendingar. Já. Þannig að það er kannski ekkert skrítið. Það er bara erfitt að fá Íslendingar til þess að vinna við þetta. Já. Og Íslendingar eru oft bara, ætli vera svolítið leðilegur, en Íslendingar eru oft rosalega óagaðir. Það er bara svolítið þannig. Við erum ekkert rosalega svona... Þú þekkir nú aðeins inn í ferðamannabransan. Þú varst nú að dunda við þetta. Vera svona gæt. Ég tæknilega séð vinn í ferðamannabransan núna því ég er forritari fyrir ferðafyrirtæki. En ég hef mikið verið leiðsögumaður náttúrulega og svoleiðis. Farið til Grænlands og farið Norðurljós og farið hérna á Íslandi. Akkurat. Það segir nú kannski sína sögu að sko rútufyrirtæki sé bara með forritari vinnu að því að það er svo mikið að ferðamönnum að koma. Já, en ég fyrir svona 10 árum þá hefði bara verið svona þá hefði sko kannski eigandinn verið bara að fá svona utan að koma út í bæ sko kannski einu sinni 3 sinni í mánuði til að uppfæra vefsíðun eitthvað. Já, jú, þetta er náttúrulega rosalega aukning að þetta er ekki eitt af þessum stærstu heldur þannig sé þetta er allavega, eitt kannski af þessum stærstu en þessi stærstu eru náttúrulega Reykjavík Excursions og Iceland Excursions eða allra handa. Já, og ég veit ekki eins og tölunar hvað þeir fá mikið. Þegar ég vann sem Norðurljósa gæta þá var ég fyrir allra handa og það voru bara hrúa af farastjórum og rútubílstjórum hvert einasta kvöld að fara Norðurljós ef það var ekki of vant veður. Já. En rút eftir rút það voru kannski 15 rútur í einhverju ferð. En nú ætla ég að spyrja því náttúrulega með gestir líka kannski getur bara komið inn í það umræður því þú þekkir þetta eitthvað hvað er best fyrir þá sem eru erlendi ferðamenn að fara að skoða Norðurljós? Er það bara hvar sem er? Já, það er náttúrulega bara langt auðvitað fyrir það að panta ferð hjá einum af þessum stóru fyrirtækjum í rauninni fullt af til dæmis allra handa eða Reykjavík Excursions að þeir fara bara hvern einasta dag sem er í rauninni færi að sjá þetta. Hvert er það farið? Það er farið út á Reykjanes, það er mikið farið á Þingvelli, það er oft farið í Borgarnes og aðeins norðan en það stundum er farið á Hafið Blá eða hvað sem heitir rétti á Stokkseyri og Eyrarbakka. Já, ég var í heimsóknum Stokkseyri síðasta vetur einhvern tímann og leiðinni heim að þá töldu við 10-12 rútur parkeraður út í kanti hér og þar í þá Norðurljósa ferðum. Já, og stundum kom löggan svona núna í þeim að því að það var ekki síðan að finna stæði þannig að þeir gátt að fundi eina rútu sem að lagði ólega sektað. En ég meina ég ætla ekki að kvart yfir túristabrann sem það er kannski helst sem er að kvart yfir er að það þarf að í rauninni passa bara náttúran verið ekki tróðin undir byggja upp aðstöðuna þar og svoleiðis. Já, ég var á Geysi í gær og ég sá Geysi gjósa fyrir 20 og eitthvað ár síðan og það var alveg pakkað af fólki þá að horfa á gosið en núna í gær sem bara venjulegur þriðjudagur að það var örugglega jafn margir. Já, það er svolítið líka að fara að hausta sko. Já, það fara að hausta þannig að það var vantilega að fara að fækka en það voru jafn margir túristar núna bara að horfa á strokk bara venjulegum degi eins og þegar mér fannst vera pakkað fyrir 25 árum að horfa á Geysikjósa það sem voru bara Íslendingar. Ég fór einmitt það í sumar Vestlumannhelgina og keyrði þarna framhjá
og það var svo mikið af ferðamönnum að þegar þú keyrir sem þú, ef þú ætlar að fara á kaffihúsið við hliðina og það fannst hvergistæði, menn voru búin að leggja sikkur með veginn líka og þú þurftir að bíða vegna þess að svo mikið af túristum að labba yfir veginn, þannig að þú þurftir svona sæta færis. Já, það orðið tölvöld mikið af fólki útlendingur sem koma bæði á Geysi og Gullfoss og líka á Mývatni í sumar og þar hittu fólk frá Bandaríkjunum og þau voru í brúðkaupsferð. Þú erum að spara okkur Ísland, hvað gerði að þið völdu að fara til Íslands en ekki bara eitthvað annað í heiminum? Og hann sagði það að hann nú planað ferðina fyrir þau aldrei farið til útlanda og þannig að þau völdu land sem að þeim fannst vera örugt. Já, þetta hef ég heyrt af því að það er óró hana kringum Tyrkland til dæmis og svona. Já, og París og þetta er náttúrulega alltaf bara í fréttunum. Já, þetta hefur aukið í rauninni ferðamannaströmmin hingað. Já. Og allt arabiska voruð og þetta. Já. Þetta er dúkulísundar austan, svarthvíta hetja mín og þetta á kannski svolítið við þá umræði sem við tókum við náðan superstjörnundar. Þetta er rættum þessa ofur aðdáun á sumu fólki. Já. Og því er svolítið lýst vel í þessu lagi. En Jón Víðis, törmaður. Já. Þú ert búin að sitja hérna hjá okkur í heila 40 mínútur. Hvað er að frétta þig og hvað ert þú að gera þessu dagana? Já, ég er alltaf að sína töfrabröð hér og þar og fyrir þangað sem ég er pantaður. En íslenska töframannagildi sem ég nú forseti í, við ætlum að halda árlega hátíð okkar 19. október. Þá höfum við fengið erlendan töframann og hann er partur af sýningun okkar og svo daginn eftir þá er með fyrirlestu fyrir okkur. Þannig að hann kennir okkur ný töfrabröð og við komum alltaf ferskir eftir þessar sýningar. Sniður. Og sýningin uppbyggð þannig að það eru svona 5-6 íslenski törmann fyrir hlið og svo eftir hlið þá er erlendi gesturinn, stjarnan okkar sem að sér þann hluta. Hver er það? Hann heitir David Jones, hann er frá Englandi. Já. Hann er stór, hann er ekki stjarna. Nei. en líkamlega þá fer svolítið fyrir honum. En hann er búin að vera í þessu í 30-40 ár. Já. Og mjög góður, fyndinn og skemmtilegur. Þetta er 10. sýningin okkar í ár og hann kom einmitt á fyrstu sýninguna. Já. Það snýst svolítið að það vera skemmtilegur. Ertu ekki að menna að þetta er 10. árið í röð sem þeir eru með sýningu? Jú. Já. Þeir eru ekki búin að vera 10 sýningar í ár. Nei, já. Í ár verður þess að 10. árið okkar. Og í fyrsta skiptið þá vorum við í Gaflarleikhúsinu í Hafnarfirði og hann kom með þangað og fullt hús og undanfarna ár hafa við verið í salnum í Kópavogi og verðum þar núna 19. október. Já, þetta er náttúrulega líka rosalega góð svona almenn fjölskyldu skemmtuna því að börn og fullorðið geta haft gaman af þessu. Já. Og þetta er líka miðað þessar sýningar sem við verum með eru miðar svona að fullorðnum þannig að töfrabröð er ekkert bara fyrir börn og fólk séu svolítið að stempla okkur sem barnaskemmtikrafta. Já, það er bara því það er einfalt að fá töframenn fyrir börn. Að það er eitthvað sem allir skilja og það er svo margt í rauninni í skemmtarbransanum sem ekki allir skilja eða allir hafa þolinmæði. Þau eru líka svo góð í gagnrýnendur. Já. Það er svolítið sko. En þau geta verið þessi klók sko. Já, mjög gaman að töfra fyrir börn. Já, en ef þú ert með til dæmis aðra skemmtikrafta, grínið geti verið of flókið fyrir krakka til að skilja of pólitískt, það geti verið of dónalegt. Þú ert með tónlist, þá nenna krakkarnir kannski geta sitja og hlusta og trúbátor bara, þú veist, og vera þæg, en grínið svona grípur heldur, þú veist, heldur þeim alveg horfa á og fylgjast með og hérna, þið þurfum að skilja hvað gerðist. Já, og það er einmitt marga típur af töframönnum, sumir eru með svona bara tónlistundur og segja ekki neitt og aðrir eru meira svona uppistandarar eða nær því heldur en að og sumir eru með spil og það er akkurat þetta með spilin svolítið sem að fer fram hjá krökkunum. Já, en þeim er alveg sama. Já, þeim er alveg sama. Þau dregur eitt spil og svo finnur törmann að spila aftur. Já. Svo? Þetta er kannski aðeins of svona abstrakt fyrir krakka. Já, en það er akkurat sko þetta með að gera svo dúði, gera þetta skemmtilegt. Já. Og David Jones þessi, hann er mestari því. Ég veit eitt sem að gerði í því sko að þegar töframenn koma að hann og vildu fara að gera eitthvað spilagöldur þegar hann átti að taka bunkan og leggja spil ofan á eitthvað þannig
alltaf, ég misti bunkan, það var búin að eyðileggja galdurinn lítið alltaf við komum til nefndi vandræðin. Já, það nú alltaf svar við því sko. Já, það má alltaf reyna að koma sér út af því sko. Já, þegar það búið að niðurlega maður nógu oft á einhverju dæmi og maður er skemmtkraftur þá endaninn finn maður bara ok, alltaf þegar þetta gerist, þá ætlum ég að gera þetta af hverju fattaði þetta ekki fyrr Þetta er svona að þróast hjá manni sem töframaður, maður er að gera sama töfrabragð aftur og aftur og smátt og þá breytist það þannig að ég veit ekki með töfrabragð minnst þá er það ekki þannig eins og með lög að lægja tilbúið og það bara meitlaði stein en töfrabragð er aldrei eins alveg samkvæmt sínu oft Nei Það breytist Það töfrabragð finnst ég svona skemmtilegast Það eru töfrabragð þar sem að áhorfendurnir verða mest hissa eða ánægðir þegar mann er virkilega koma einhverjum óvart eða gleðja fólk það er gaman Það er töfrabragð sem maður sýnir aftur og aftur jafnvel þó þessu tiltölulega einföld í framkvæmd Ef við koma fólki óvart og gerist eitthvað sem fólk á ekki von á það er bara eins og ég segi alltaf, það er ekkit gaman nema að sé skemmtilegt Er eitthvað svona fyrir krakka sem eru að vilja æfa og prófa þetta og feta sig áfram þessa braut eru þið eitthvað að kenna þeim svona eða svoleiðis? Já, ég hef verið með töfrabragðanámskeið á hverju ári á vorin og þetta verið fyrir 8 til 14 ára krakka og það hefur verið ágætlega sótt hjá mér Já, þannig að við eigum kannski sérðu einhver svona töframanna stjörnur í einhverjum ákveðnum einstaklingastofu fættið? Já, við hefum þó nokkra krakkar sem að gætu verið orðið mjög góði töframenn eða halda áfram eða ákveða að feta þessa braut frekar heldur en eitthvað annað. Þetta ekki verið eins og bara ákveðin nám eða íþrótt? Þú þarft að leggja allan fram? Jú, þú þarft að æfa því, þú þarft að gera þetta til þess að það verði gaman að því. En það er líka, þetta er eins og ballett og fleira, jáfnvel þú gerir allar æfingarnar mjög flott, þá þarf eitthvað ekstra. Það er einhverja svona, að vera skemmtilegt með til þess að fólk langið til þess að horfa á þetta. Já, það er náttúrulega með allt svona sem er sýning og skemmtun að þú þarft svolítið að hafa sjarma og útgeislun í þessu og setja framsetninguna vel fram. Já. Að ég kom inn í uppstand til dæmis bara þannig að ég fekk hugmyndir sem ég varst fyndnar og ég skrifaði niður sem ég varst fyndið. En ég hugsaði ekkit út í að maður þyrfti að vera með einhverja voðalega flotta sviðsframkomu. Ég hugsaði bara, ég segi þetta og þetta er fyndið og þá er þetta gott. En það var nú aldrei ekki þannig og aldrei lærði maður það að þarna þú getur ekki vanmetið í rauninni sviðsamkomunan jafnvel sem sagt þingri og við erum jafnvel þingra heldur en talsvert þingra í rauninni heldur en efnið sjálft. Ég er ekki mynd vandinn sá að maður á svolítið erfitt með að meta sjálfa sig hvort maður er fyndin ekki svo fyrir að sviðið upp á svona von og óvon hvort að það sé raunverulega fyndið svo þetta var að segja. Já, ef þú hefur aldrei gert þetta áður ef þú náttúrulega hefur 100 sinnum sagt svona brandara fyrir svona fólk og það er alltaf hlegið þá eiginlega veistu nokkurn veginn að það er eða svipað með töfrabröð væntanlega að þú þekkir alveg þinn áhorfenda hóp svolítið og hvað virkar, þú ert búin að vera lengi maður veit hvað töfrabröð virkar og út af hvað þau ganga en svo, ég meina þegar maður er að prófa þetta, þá prófar maður þetta kannski á fjölskyldunni og maður veit, ok, þetta töfrabröð er fyndið, það er gott og svo gerum við þetta fyrir fjölskylduna og engin viðbröð, ekki neitt og maður fer svona ráðleggingar já nei, þetta skaltu ekki gera aftur en svo prófum maður þetta á sviði fyrir framan fólk og þá er maður aðeins búin að æfa sig sem maður kannski ekki búin þegar maður sýnir fjölskylduna þetta er fjölskipti og þá fær maður alveg viðbröð sér hvort að þetta sé eitthvað sem liggur eða ekki Hefur verið séð einhver töframann bara, þá er ekki það með einhver sem kemur til þín bara einhver töframann sem er alveg gjörsamlega glataður sko Ja, Steve Martin, hann var svolítið töframaður. Já, það. Steve Martin, hann kom á svið og var mjög fyndinn og skemmtilegur en karakterinn hans var sem sagt glataður töframaður. Já. Hann var Flydini, þannig að allt sem hann gerði það kom út úr buxnaklöfunni. Já, sniðugur. En þú hefur glengt í mann séð töframenn sem er óbúslega tæknilega færir en hafa ekki góða framsetning og ekki góð útgeislun. Já, það er líka til sko. Það sem að þú myndir kannski öfunda á tæknin en vorkenna þeim í rauninni af framsetningunni? Já, það er hvort tekja til. Já. Og svo við nefnum hann David Jones aftur, hann hefur mjög mikla útgeislun og hann er skemmtilegur og gaman að horfa á hann gera töfrabröðin. Já. Og við verðum með á þessari sýningu okkar einhverja 5-6 íslenska töframenn sem eru mjög mismunandi. Fólk gerir sér kannski ekki grein fyrir því að það eru
bara þó nokkur törfumenn á Íslandi. Já. Við erum meðal annars með einn mjög færan spilatörfumann sem að búa til og spila töfrabröð sem að þekkt erlend nöfn að sína. Já. Hvað ef þú nefnir allar þessar törfumenn sem koma að það? Þessi íslensku? Já. Ég heiti Jón Víðis og svo Kristinn Gauti frá Akranesi, Gunnar Kristinn og Kópavoginum. Já. Við höfum fengið henni þáttinn. Já, Kristinn og Sindri sem eru í Sirkus Íslands. Já. Og Séra Pétur í Óháðasöfnum, hann verður Hann við þekktum líka. Já. Og hann törfumaður. Já. Og svo verða nú einhverju fleiri, ég vona ég sé ekki að gleyma einhverjum. Hringir einhver í þig alveg grenjandi að það hafði ekki nefnt hann. Já. En svo verða líka á ganginum. Við höfum haft svona töfrabröð allt hús. Þannig að fyrir sýningu og opnum húsið hálftíma fyrir að þá verða töframenn á ganginum, þannig að verður hægt að sjá svona í návíi, ekki bara sviði, spila töfrabröð eða annað sem virkar svona bara í nálægð. Töfrabröð í návíi eru allt önnur en það er það ekki heldur en það sem er sviði. Já, það er öðru vísi. Öðru tegund. Já, því að töfrabröð sem sýnar sviði þarf að sýna fyrir heilan sal og þú getur tekið einhvern upp og sýnt honum og þá er fólk að sjá svona viðbröðun hjá þessum sem að verður að sýna töfrabröði. En í návíi þá ertu bara með hlutin í hendunum þar sem hann margfaldast eða hverfur. Já. Ég velti fyrir mér þegar þú á sviðinu og þú ert kannski með segjum 200 manns í salnum að þá eru 400 augu sem beinast að þér sem að geta séð kannski einhverja misfellu, þannig að það er einskot að mönnum mistakist ekki í þessu það. Já, maður passa vel upp á það. Já. Það er ekki allt saman smurt. Já. Ég hef náttúrulega unni mikið með þér að vera að grínast og þú ert að töfra á sem er sýningum og svoleiðis og það var alveg margir mánuður áður en ég sá eitt einsta töfrabrað í rauninni, svindlið í rauninni í því. Þetta er ekki svindl, þetta eru töfrar. Það er reyndar rétt, þú átt að svindla. Þetta er ekki kannski rétt á það. En trikkið á bakvið það. Galdurinn í galdrinum. Það er það sem ég segi við krakkarna þegar ég kenna um töfrabröðin. Það er aldrei endur taka töfrabröð. Ekki að því og ekki að segja frá því heldur. Ekki að því að leyndamáli sé svona stórt heldur. Það hættir að koma óvart. Þú gerir það í seinna skipti. Þú sýnir fólki eitthvað töfrabröð sem þau sé áður. Að veita hvað er að gera, hvað er að fara að gerast og er að horfa á vitlausan stað. Já, ég meina það er náttúrulega alveg eins með brandari að finna sögu að þú byrjar ekki að segja það sem þú kallar punchlineið. Þú byrjar ekki að segja í rauninni brandarinn í brandaranum áður en þú byrjar að setja uppsetningunum upp. Þá ertu búin að eðlíkja. En ég var eins og ég segi, marga mánuði að horfa á þig og einu sinni þá var ég einhvern veginn á skrýtnu hotni við þig eða eitthvað og sá allt í einu eitthvað, það var það fyrsta sem ég manni ég sá. Það sem ég var að fara með hendina eitthvað staðar sem mátt ekki vera. Já, ég hef séð 3 svona trikk í örugglega af 1,5 ári eða eitthvað því að horfa á hvað varst að gera. En langflest töfrabröðin hef ég ekki hugmynd hvernig þú gerir og mér finnst eiginlega bara gaman að vita það ekki. Já, það er Robert Houdin, hann var fransku töframaður 1880 eitthvað svo leiðis. Hann sagði það að þeir sem komu til þess að horfa á hann 10% voru til þess að uppgöta, til þess að koma upp hann. Já. 10% var að þeir vildu láta plata sig og vildu bara alls ekki vita hvernig það var. 80% af áhörundunum, þeir voru alveg saman. Þeir var bara konan til að skemmta sig. Já. Ég held að eins ekki hvernig töfrabröð var gert. Eins furðulegur og ég er alltaf og þá held ég fjalli inn í meiri hlutan í þessu tilviki. Mér finnst það bara gaman. Þegar ég hugsa um töfrabröð og velti fyrir mig hvað er svona skemmtilegsta töfrabröð sem ég sé, það er töfrabröð sem ég er ennþá velta fyrir mig hvernig gert að það er að koma tappa maltflösku inn í flöskuna með að slá ofan á flöskuna. Já. Og það er búið að sýna flöskuna og hún er alveg gjörsamlega heil. Já. Þannig að þetta töfrabröð er svona það sem veldur mér mest heilabrotum. Já, alltaf gott að þáttur að ég hef nú verið á sínu tíma á námskeiðum hjá Pétri Póku Já. þá velta þessu fyrir mér. Mér er svolítið skemmtilegt að þið kallið þetta ekki töframannafélag, þið kallið þetta töframannagildi, svona eins og var á miðöldum háru gildin og þau vernduðu sína meðlimi og svona, þetta gefur svolítið svona miðalda stemmingu. Það var ákveðið þegar við stofnum félagið fyrir 10 árum, þá var spurningin hvað þetta heita og þetta var nóg virðulegt nafn, Hið íslenska töframannagildi. Svo þurftu reyndið að fá kreditkort bara svona til að geta með reikning og svona. Og því stendur Hið íslenska. Já. Hið íslenska, það er alltaf langt.
Já, það var á langt og við getum svo sem verið í íslenska bókmyndafélagi eða hvað sem ég veit það ekki. Já, grænt. En þetta skemmtilega idea og á svo langa sögu og þess vegna hefur kannski notið þetta törmuna gildi. Já, akkurat, við vildum hafa þetta svona virðulegt. Stofndagurinn var líka svolítið skemmtilegur. Já. Félagið var stofnað sem 2007, 29. febrúar 2007. Já. Býtum við, hvenær hlaupár? Það er ekki 8 ári. Ok, ég fatt að þetta var eitthvað með hlaupár að gera en ég man aldrei hvenær þið eru. 2008 var hlaupár, þannig að 29. febrúar 2007 er sem sagt stofndagur félagsins. Já. Þannig að þetta er töfrafélag, við getum gert það sem við viljum. En hvernig er það að með mennina sem eru í þessu og konnar að er þið svolítið feimin við að sína hinum törbröðin ykkar, rætað ykkur fatti törbröðin ykkar eða er þið meira að deila eða? Nei, já, það er bara þetta er bara svona næs félagskapur það er nú ekki margir, við erum 26 í félaginu og við hittum einu sinni í mánuð og erum að sína törbröð og það er misjæmt sum törbröð bara sínum strax og bara þetta gett svona og önnur heldur maður fyrir sig sko. En það er til endalaust törbröð þannig að það skiptir engu máli, við erum ekkert að gera það sama allir. Nei, og svo náttúrulega ekki hægt að gera sama törbröð mismundi hátt. Já. Ég hef kannski séð svona rauða bolta sem að hverfa og fjölgast sér og hverfa og svona mismundi. Það eru til nokkar útgáður því og ég held að flestir séu með það. En það er líka eitt af þessum törbröðum sem er uppaldið hjá mér að því að... Það er eindir eitt törbröð sem þú hefur sýnt mér hvernig er og það var þver öfugt í það sem ég hef. Ég var alltaf bara, þetta er svona, ég veit ekki hvernig hann gera það en þetta er prinsip og sýndir mér þetta bara, nei, ert ég að grínast. Já, ég hefði semst ekki átt að það upplýsa. Ég ætla ekki að segja hvernig það var en mér fannst ótrúlega fyndið hvað ég hefði haft rámt fyrir mér hvernig það var gert og þú sagðir að halda allir þetta sé svona. Þegar fólk er að leita eftir uppskriftinni á einhverju törbröði sem það sér hefur það yfirleitt rámt fyrir sér þegar það giskar á hvernig þetta er gert? Já, það skiptir ekki máli. Ef að fólk hefur það tilfinninguna að vita hvernig það er gert hvort sem það hefur rétt að rámt fyrir sér þá finnst þeim það ekki gott törbröð. Þannig að það sem maður þarf að gera er að koma einhverja skýringu hvort sem hún er rétt eða röng að þá fær fólk þetta tilfinningun eins og rökkvi ég held að vera einhvern allt öðruvísi. Já. Það er náttúrulega sem sumir töframenn gera sem er mjög snjallt af því að mér finnst gaman að láta koma mér óvart og mér finnst húmor oftast gangi út á það líka er að þú heldur eitthvað törbrað sem gert einhvern veginn og svo einhvern veginn gerir törbrðarinn eitthvað meira í lokin hann er búin að gera törbrað og þetta var nú auðvelt eða eitthvað svo gerir hann eitthvað meira í lokin sem kemur upp að það var bandvillustjóðir. Það finnst mér mjög flott. Já, ég er með svona törbrað þess að ég kenni hvernig þú getur haldið á blýanti og þú gerir það með því að styðja við fingri hinna hendarinnar og svo það sem maður gerir þegar maður er búin að sýna fólki það hvernig þetta er gert að þá lætur maður blýantinn festast við hendina og lyftir svo puttan og segir maður nota þennan hér og blýantinn er það fast. Já, hérna hér þetta er alveg ótrúlegt eitthvað sem þú vilt koma framfæri svona í lókin? Já, náttúrulega stærsta törbröði það er ég stundar dálæslu líka. Já, þú ert í því, já. Ég léttist 30 kíló bara með dálæslu mér að það vera stærsta törbröð. Já. Og ég hjálpa fólki við það ef einhverju frá. Er það að því þú dáliðir allir kringu til að halda á þessi smjór? En við vorum, þegar þú komst í janúar fyrst, í fyrsta þáttin af flæðiskýrun, og þá lofaði Jói að láta dáliða sig og ætluðum að prófa hvernig gekk. Já, það alveg eftir. Og svo mættir aldrei í dáliðslunum. Nú munum við ekki hvað það var sem þú ætlaði að láta dáliða til þess að hætta að gera eða gera þegar þú gerðir það ekki eða eitthvað svona. Já. Eða hætti að vera hræddur við. Þannig að við þurfum að grafa upp janúar þáttinn og finna hvað það var. Jói er ennþá velkominn bara til þess að prófa. Getur þá lýst í hvernig upplifun þetta er. Já, ég verð að fara að drífa mig í þetta. Já, fyrir flesta er þetta kannski ekki stór upplifun því að það var allir prófa þetta. Það upplifa allir dálísu 2-3 á dag eða oftar á þess að kalla það. Þannig að kannski höfum við einhvern tíma verið dáleitir eins og þetta alveg örugglega. Á þess að vita aldrei að vita. Já. Svo lengi sem þú kennir ekki konu minni hvernig það var dáleiðað mig ég mæli endilega með að gera það kennir henni það
Já, það verður verðukendi mömmu minni hvernig þetta dáliði mig maður. Það var minn versta mastur en sko, já, en ég vil miklu frekar vera kúðar konu minni heldur en mömmu minni. En það sem þetta gefur skinn, það ekki dálislega virkar ekki þannig, það ekki þannig að dáliðarinn hafi neina stjórn yfir þeim sem hann að dáliða. Þú getur ekki þvingað einhvern til þess að dáliðan svona í bíómyndum, það sem að myndast svona hringar í augunum svona og þú bara valdans slangan í mágli eða eitthvað. Já, dáliðarinn hann hefur ekkert vald. Ef við horfum á þetta til og með skemmti dáliðarar eins og dáliðslumenn eins og Seilis, þetta bara bull og villins þá sem við erum að sína? Nei, við getum bara að prófa það. Jú, lyft upp hægri hendinni. Það gerist ekki. Nei, en af hverju lyftur ekki upp hægri hendinni? Já, sennilega því ég er staðfastur. Nei, það er bara því þú vildir það ekki. Ef þú hefur gert það, þá er alveg það sama og gerist á sviðinu. Já. Seilis biður fólk að gera eitthvað, það bara gerir það. Já, það er svoleiðis. Það er bara svoleiðis. Að því er alveg sama. Það truflar það ekki þó að lyftur upp hægri hendinni eða vinstri hendinni hvað það er. Það er endur ekkit fyndið að sjá það lyftur upp hægri hendinni. Nei. En það gæti verið fyndið að sjá það hoppa eins og hænu, sko. Já, það er rétt. En ég hef séð eina dálisysýningu með þér og þér tókst að dáliða einhverja konu til þess að halda að 4 var ekki til eða eitthvað svoleiðis og svo lést hann að telja. Já, hún sem sagt, ég bað hana og það er svona sem virkar. Ég bað hana að gleyma tölunni 2. Og hún gerði það fyrir mig. Já. Og það sem ég baði hana svo að gera var að telja sér fingurinn, spyrja hvað er marga putta og hún sagði 5 og svo taldi hún 1, 3, 4, 5, 6. Já, ég man eftir þessu. Og svo spyrja ég hvað hefur marga fætur og hún sagði 1 og hún búin að gleyma tölunni 2 sko. Og svo taldi hún fyrir mig 1, 3 og svo var það ógeðslega skrítin á svipinu og svo gretti sig og var að reyna einhvern veginn eins og var með svona höfverk og var að reyna að fókusa í þoku skildi ekki þetta frá maður alltaf með 6 eða 11 fingur henni leið kannski ekki illa en þetta er yfirleitt mjög þægilega og góð tilfinning en máli var að ég bað hana bara það að gleyma tölunni 2 og hún gerði það fyrir mig og það er mjög fyndið það sem gerist í framhaldinu. Ef ég hefði bara labbað út að fengi hjartáfall eitthvað álíka þá hefði talan 2 komið tilbaka. Hún er ekki búin að gleyma henni, þetta bara hún gerði það bara í smá stund. Ringdu í neðlína 1, 3, 1, 3, nei. En flæðiskerið, það er endarinn í dag og við vorum að spjalla með Jón Víðis Töframann, formann hið íslenska Törmannagildis. Forseta hins íslenska törmann. Já, forseta. Forseta í hljóðinu. Gaman að þessu. Jóhann Kristjánsson og Rökkvi Vésteinsson þakka fyrir sig í dag. Flæðiskerið kveður verið sæl. Takk fyrir mig.